Stafrænar brauðristar og steinaldamenn á 21. öld. Af hverju í fjandanum eru brauðristar ekki stafrænar? Það mætti halda að við værum stödd á steinöld. Þessar fokkings brauðristar sem annarkvort brenna brauðið eða gera ekki shit. Maður hengur yfir þessum græjum með hjartað í buxunum og vonar að það verði allt í góðu. Maður endar á að henda heilu brauðpókunum í þetta drasl. Og fyrir hvað? Til hvers að vera með gervigreind ef ekki er hægt að fá sér basic morgunmat? Já, eins og þið heyrið er senjórinn búinn að fá sér full saddan að þessu rugli. Gera þetta bull digitalt. Daginn prófaði ég að nota brauðgrill til þess að rista brauðið. Það gekk nokkuð vel fyrir utan hvað brauðið var hart. Þetta gengur ekki. Einhver verður að taka ábyrgð á þessum vélum, ekki sem einstaklingur, heldur sem samfélag. Og þjóðin þarf að vera sammála mikilvægi véla sem þessa. Og það þarf að setja á stofn nefnd skipaða hæfum einstaklingum sem fari saumana á þessu máli. Fá til verksins fagaðila á ristavélasviði sem taka jafnframt mark á regluverki Universal Ding Dong með hjálp frumkvöðla og særingamanna. Fréttabréf Universal Ding Dong. Universal Ding Dong er heimur sem er staðsettur í okkar eigin heila Ding Dong. Þar ríkir Senior Ding Dong sem alræðisherra og er fréttabréf Universal Ding Dong hugsað sem málpípa hans þar sem hann er einnig ritstjóri blaðsins. Í blaðinu er sagt frá lífi grallara, íbúa landsvæðisins og hvað þeir eru að bardúsa frá degi til dags og hvernig niðurstöður nefnda og rýnihópa hafa áhrif á líf þeirra. Í Universal Ding Dong eru einfaldir hlutir gerðir flóknir og settir í stjórnsýslulegt samhengi. Í blaðinu eru kynntir til leiks helstu karakterar Universal Ding Dong, embættismennirnir Prins Albert og dávaldurinn Sebastian. Þeir vinna ásamt Senior Ding Dong í því að auka hagsæld grallara sem þar búa. Fréttabréfið er hugsað sem fyrsta eintak af mörgum þar sem heimurinn getur þroskast og dýpkað. Formið getur alltaf tekið breytingum í opnu fyrir seniorinn til þess að segja skoðanir sínar og ávarpa grallara. Gómsætar örbylgjuuppskriftir, svínasteik Hawaii á gamla mátann með örbylgjum, uppeldismál grallara, skýrslur garðvalvanefndar og tapafundið.